Jannis Renko. Blessuður. Herru, þetta var erfiður leikur sem að þið tóku þátt í út í Tékklandi. Flugþreyta í kallinu? Já, ekki vegna leikur, það var bara lang ferð og já, það var gaman. En leikurinn sjálfur, hvernig komið eitthvað óvart hversu sterkir þið voru? Nei, það var sterk lið og spilaði rosa vel. Og já, við vorum bara, það var eitthvað nýtt fyrir okkur. Það er miklu dýrara lið sem Þóra er. Það var skemmtilegt og vonandi við spila aftur á móti þeim og sem þeir koma hérna og bara standa sig miklu betra. Hérna fyrir fram á okkar eigin áhörður og það verður bara gaman. Já, nákvæmlega. Það var líka öðruvísi fyrir þeim, koma hérna til Íslands og já, það er ekki heimavöllin hjá þeim, það er okkar heimavöllin og já, vonandi það vera 3-0 fyrir okkur og bara vítaspilna og koma áfram, spila móti Tvente. Já, nákvæmlega. En það er stutt Stórhag á milli, leikur á morgun á sunnudag á móti Leiknir, hvernig næstu því? Já, eftir þessi leik, það Leiknir er bara ennfall spila móti Leiknir og vonandi hafa 3 stig og já, vinna leik og aftur koma í góða stað í deildin. Já, við höfum aðeins sínu töfluna en það er líka búin að leika færri leiki en hinnir en komið tími til að spila við. Ná bara, það er svona okkar deildin er svona skriðdeildin, allir geta vinna alla og svo það munna mikið til að vinna leik og 3 stig á morgun, það verða mjög fínt. Þú klárast það í? Já, ég klár. Og liði allt? Já, allir er tilbúið. Takk fyrir og gangi vel á morgun. Takk fyrir. Hreinn Hringsson, velkomin heim. Hreinsi, þetta var alvöru ferð út, erfið, strembin og stuttkvíld leikur á morgun gegn Leikni. Hvernig leggst þetta í ykkur? Þetta leggst bara mjög vel í okkur. Við vorum að taka saman með morgundeginu, þá held ég að við séum búin að fara í 16 fluga á 16 dögum. Þannig að þetta er törn, ferðalögin taka á, þetta er tími sem fer í þetta en það er fínt að hafa þetta svona. Þetta er náttúrulega vissulega eitthvað sem að menn geta átt að vona þegar við komast áfram svona í Evrópukeppni sem að menn kannski átt að geta vona á í upphafi en þetta er búið að vera strembið. Já, þetta er búið að vera mjög lærdómsríkt og gaman og strákarnir stóðu sér rosalega vel úti á móti firnasterku liði og þetta er alvöru atvinnumenn og mjög vel og gott lið. Var þetta kannski svona, já, tölum við leikinn, komu þeir ykkur óvart? Áttu þið innst inni ekki von á því að fá svona alvöru mótspyrnu? Jú, eins og ég segi, þeir eru að fara að spila móti mönnum sem hafa þetta atvinnu og eru vel styrktir fjárhagslega, þá var alveg við þessu að búast en það er ýmislegt hægt í fótbolta og við bíðum bara spenntir eftir 5. deginum. Nákvæmlega. Þessi næsta verkefni, eins og byrjum viðtalið á, það er útileikur á móti Leikni á morgun. Það geti orðið líka snúa leikur? Já, mjög. Ég meina leiknismenn þurfa að fara að spyrna sig frá botni og hafa verið að bæta sinn leik í undanförnum leikjum en eru svona upp og niður. Þannig að við verðum að reyna að nýta okkur það og reyna að hrinda öllu frá sem heitir þreyta eða annað og koma sterkir á morgun. Þannig að það er ekki bilbúin, menn ekki allir nokkurn veginn heilir fyrir slægin annað en flugþreyta og svoleiðis? Jú, það eru nú einhver meiðsli í hópnum eins og er en við spilum á 11 full frískum mönnum þannig að það verður góður leikur á morgun. Það er svo Sigur Marnó sagði mig í gær, heyri hitt hana þetta er mikilvægt álag, við verðum að búast í þessu fótbolta, þannig er þetta bara. Já, ég meina það er ekki hægt að vera kvart eitthvað, menn þurfa bara að finna leiði til að vera 100% klárir í hvern einasta leik og við erum með góðan hóp og dreifum álaginu og það góða við þetta þegar þétt er spilað þá er lítið eftir á milli og þeir eru ánægðir með það. Ég heyri að það er stemming í hópnum og við höfum fulla trú á okkur gangið ykkur vel á morgun. Takk fyrir aðeins.